getið breytt letrinu og þið skulle gera það núna, þá veljiði allan textan, því maður þarf að draga bendilinn svona utan þannig að hann verði grár, annarkvort með því að fara fremst fyrir framan það fremsta sem við ætlum að gera og draga alveg út að enda, eða byrja fyrir aftan það aftasta og draga fram. Ef ég byrja hérna inn í miðju, þá get ég farið út að enda, en ef ég ætla að reyna að bæta við, þá er ég alltaf bara með helminginn. Og þá kemur annarkvort svona lítill gluggi eins og hér, eða þá ég fer hér upp og get valið mér eitthvað letur. Hérna er Times New Roman sem ég ætla að setja þetta í. En ef það sést ekki hér í listanum og ég þarf að rúlla þetta mjög langt, þá get ég líka skrifa bara hérna. Times New Roman og þá velur hún það og breytir letrinu. Ég ætla að hafa letrið 12 punkta letur. Það er mjög algengt að ritgerðir og svoleiðis og alls kyns verkefni séu 12 punkta letri. Þannig að ég ætla að smella þetta hérna, númerið við hliðina á nafninu og setja hér 12. Það er ágætt að vita það, svæðið hérna, þessi kassi hér utanum, á þessu svæði, það stendur font, það er allt letrið og leturgerðirnar. Það er heitið á leturgerðinni og stærðin á letrinu og svo er alls kyns liturinn og svona einhverju skrautstafir og eins og feitleturinn og skáleturinn og undirstrikun og ýmislegt þannig. Sem sagt allt sem hefur með letur að gera. Og hér inn í þessari er hægt að stilla eitthvað aðeins meira. Ok, við erum núna bara að setja þetta í rétta leturgerð. En mig langar að hafa línubilið allt jafnt. Þið sjáu að þetta er allt eitthvað svona skringilegt. Sumt er með litlu línubili, annað er með stóru línubili. Þannig að til þess að breyta því, þá þarf ég áfram að hafa textan svona gráan. En ég fer hér inn í paragraf sem því setningar. Þar höfum við allt í sambandi við setningar og uppsetningu af þeim. Og ég ýti á örina, þessi tákn hérna, sem er ör upp og niður, það er línur og örvar upp og niður og ég ýti á örina. Ég vel línubilið 1,5 og þið sjáuð ef ég fer með örina svona yfir á þess að smella, þá get ég séð hvernig útlitið verður. Forritið sýnir mér það. Svo þegar ég er búin að ákveða þetta sé rétta, þá smelli ég hérna.